Hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Birgitta Jónsdóttir, tekur til máls. Forseti. Það nú svo þegar maður að fjalla svona stóra fjármálagjörninga þá á maður að vera með ónot í maganum. Maður á að vera óöruggur. Og þannig líður mér. Ég hef fengið kynningu á stóru myndinni á þessu frumvarpi og þessari leið og mér sýnist á öllu eftir þá fundi sem ég hef verið á til kynningar á málinu, þó að hún sé að sjálfsögðu frekar yfirborðsleg og mun verða mjög yfirborðsleg þó að við liggjum yfir þessu allan sólarhringinn þangað til á sunnudag. Það bara þannig. Þetta 40 blaðsíðna frumvarp mjög flókna fjármálagjörninga, 27 greinar. Ég hef ekki séð reglugerðina sem verið að vísa í sem á að koma frá fjármálaráðuneytinu. Þannig að ég verð bara að segja það fyrst að ég óörugg og ég verð líka að segja það að mér hefði þótt skynsamlegra að bíða þangað til að nýtt þing væri komið til þess að fara í þessa aðgerð, til þess að væri fullkomið traust og trúnaður á þessa framkvæmd. Þetta það stórt mál. Ég upplifi það stundum að við erum svolítið bernsk og það litið þannig á okkur út í þennan stóra heimi. Að við erum svolítið bernsk. Og við getum ekki horft fram hjá því hvernig svo sem skýringarnar eru hjá hæstv. Fjármálaráðherra að okkar skattamálaráðherra var með reikning hjá aflandsfélagi. Var með aflandsfélag, réttara sagt. Við getum ekki horft fram hjá því. Í mörgum öðrum löndum væri ráðherra, þó hann væri ekkert ráðherra fjármála, búinn að segja af sér. Eða allavega stíga til hliðar. Þannig að nú erum við hér að fjalla einn stærsta fjárflutningagjörning landsins í sögunni. Og hann í umboði ráðherra sem nýtur ekki mikils trausts meðal þjóðarinnar. Ég hugsi yfir því. Þið verða að fyrirgefa, ég ætla bara ekkert að skafa af hlutunum hér. Og þess vegna enn mikilvægara, fyrst að þetta mun ekki gerast, ekki að hleyja standa í vegi fyrir þessu út, því ég hef enga burði til þess. En þess vegna enn mikilvægara að við gefum okkur allan þann tíma sem við mögulega getum fengið, hv. formaður efnahags- og viðskiptanefndar, að við skoðum mjög vandlega ábendingar og við skulum ekki gleyma því, og það sem truflar mig mest við þetta allt saman að það eru 4 aðilar, sjóðir eða félög, sem eiga 50% af þessum krónum, eignum. Það eru 6 aðilar sem eiga 65%. Það ekkert, ég hef ekki getað fengið nein svör við því hverjir þetta í raun og veru. Mér finnst það mjög alvarlegt. Mér finnst það mjög alvarlegt að við erum að fara hér í gjörning sem ómögulegt að segja hvort það sé brunaútsala eða ekki. Við getum ekki verið fullviss neitt í þessu. Þannig að við erum að renna hér blint í sjóinn með aðilum sem ég verð að segja að ekki mikið traust gagnvart. Þannig að nú stendur upp á þingið að tryggja að þessi gjörningur verði þannig að hann verði til þess að auka traust á okkar fjármálakerfi og á Alþingi.